Góðan dag. Í þessu vídeo ætla ég að fjalla prentefni frá Prusa mynt sem heitir R-PLA, Recycle PLA. Þannig að kíkjum aðeins á það. Ég keypti þetta prentefni daginn og búinn að vera að prófa aðeins. Og skemmtilegt við þetta efni að þetta svona Recycled PLA og mér langaði að sjá hvernig það hefði áhrif á styrk og annað slíkt. Og einn svona aukaverkun af þessu prentefni að þetta gert úr einhverju korn pigment og það hefur svona áhrif á lyktina á filamentinu þegar það prenta. Það svona svolítið svo brunni popcorn, eitthvað svoleiðis. Og þannig að það kemur svona ábyrjandi lykt þegar maður að prenta en prentin kom ágætlega út og kíkjum aðeins á það. Svo til að byrja með Bensi, hann lítur bara sæmilega vel út. Það svona, maður sér aðeins í gegnum prentið, það ekki alveg solid sko, þannig að maður sér aðeins innfyllið inn í. Svo makercoinin, það kom bara ljómandi vel út. Þetta svona smá gegnsætt, þannig að það kemur svona aðeins öðruvísi tilfinning að horfa á þetta. Svo overhang test, það kom bara mjög vel út, það ekkert undan því að kvarta. Svo string testi mitt, það svona aðeins stringing en ekki mikið, þannig að það kom bara vel út líka. Og svo sér layers a lot, það kom bara líka vel, smá stringing í honum og einhver kattahár líka, ekki að marka það. En þetta leit bara ágætlega út. Og svo prentaði ég Yoda best og supportið kom mjög auðveldlega af, það var ekkert mál að taka það. Og hann kom líka bara mjög vel út og lítur bara vel út undir hökunni og það sem supportið var, það bara aðskildi sig mjög auðveldlega, þægilega. Þannig að þið sjáu eins og hérna sjáu þið hvernig innfyllið sést í gegn, þannig að þetta svona hálf gegnsætt að hluta. Þannig að það svona kemur svolítið það kemur ágætlega fram svona eins og á bakinu líka. En þetta leit svona út. Kíkjum aðeins á mælingar sem ég gerði og sýnir aðeins hvernig þetta hagar sér svona í mælingunum mínum. Svo til að byrja með þá er ég með togþol mælingar og þið sjáu lengst til hægri er Prusa mynt Brown R-PLA, það er þetta efni og það kemur svona meðaltali út kannski þegar þetta allt PLA efni og viðloðunin í uppréttu prentunum er bara svona í meðaltali og sama með flatt, það er svona af þessum efnum þá er þetta bara svona meðaltalsefni en kannski svolítið lægra en önnur Prusa mynt, bara venjuleg PLA, þannig að það er ekki jafn mikill styrkur í þessu efni eins og hreinu PLA efni, þannig að það er eitthvað í ferlinu að gera það verkum. Kannski er það íblöndunarefni, þetta korn sem er sett í þetta, það hefur kannski áhrif líka. En kíkjum svo á höggþolið og það er aftur og þriðja frá hægri, þar erum við með þetta efni og í upprétt styrknum, þar sem ég er að slíta, eða láta hamarinn slá á þetta, þá kemur þetta svona sæmilega vel út bara, bæði upprétt og flatt. Það er svipa bara kannski eins og önnur Prusa mynt en kannski aðeins skárri en þessi þrjú í það sem er prentað upprétt, en ekki jafn gott eins og fjólubláa efni til dæmis, það er áberandi gott í þessari mælingu. Þannig að þetta er þessi og svo mældi ég stífleikann líka og þá er ég með þetta efni í aðeins til vinstri og þar er þetta bara svona í miðjunni einhvern veginn líka. Þetta er allt voðalega miðlægt prentefni, þannig að það kemur ágætlega út og þannig að þetta er bara ágætis eiginleikar í þessu efni. Það er bara svona miðlungsstíft og miðlungssterkt og miðlungs mikið tókþol, þannig að það er bara ágætis mál. Þannig að þetta er bara stuttu uppfyllun þetta efni, þetta kom bara vel út og eins og lyktin var svona áberandi þegar ég var að prenta. Það svona, já kannski ekkert one pop
brunnið lit, svona aðeins brunnið pop en ekki mjög mikið brunnið, en það verður gladlega lent í því að brenna pop í örbylgjuofni og þá veit ég hvað er að tala um en þannig var það með þetta brennefni. Ég vona bara að þið hafi haft eitthvað gagn að þessu og sjáið á línuritunum eða súlulitunum mínum hvernig ég er að bera þetta saman við önnur brennefni og hvernig þetta kemur út og þetta náttúrulega eru mismunandi eiginleikar í efnum og það er eitthvað sem að menn þurfa að meta hvað er alltaf að nota í og hvernig það lítur út líka. Þetta er svona brúnn, svona miðlungsbrúnn litur, bara kemur ágætlega út en hann er svona hálf glær, þannig að það er kannski eitthvað sem að menn þurfa að spá að þessi að það er að prenta eitthvað svona sem er alltaf að sína að þá er kannski ekki gott að innfyllið kemur í gegn. Það er kannski eini svona eitthvað sem maður þarf að hafa í huga allavega. En þetta, látum þetta duga í bili, þannig að ég þakka bara fyrir mig og sé ykkur næst. Takk fyrir mig.